að tap í hörkuleik á móti Njarðvík fyrir kvöld. Hvað er að gerast hjá þínum drengjum? Hvað tapið þið þessu? Það eru mikla framfarir hjá mínum drengjum. Það er það sem er að gerast akkurat og ég var ánægður með mjög margt og orkan sem við komum með og hvernig við komum til leiks var algjörlega skínandi en með okkur var oft á tíðum bara fyrirmunna að skora og fengum mikið af fínum ferðum til þess að skora og refsa en það voru Njarðvíkinni sem settu stólskotinu og Logi var þar algjörlega í fararbóti og hann pumpaði það á sjálfstöðsli og mínum að þetta var algjörlega maður leiksins þannig að okkur vantaði þetta. Eins og talar komið virkilega vel stendið til leiks og þá sérstaklega á varnarhelmingi vallarins. Þið haldið þeim í bara undir 10 stöðum fyrstu. Við vorum að gera mjög vel og orkan hvarf aðeins hjá okkur en við komum bara með orkuna tilbaka seinna hálfleik. Komumst þetta í möguleika til þess að komast það í 3-4 stig og þetta bara hlutir þetta sem eru þetta með þeim og þeir setja stór skot og það er bara stutt á milli í þessu. Talar að sjá kannski einhver batamerki á leik Kristins hér í kvöld. Algjörlega. Kristoffer Geðvíkur í kvöldinu. Sammála því? Það er bara eitthvað sem við þurfum að, svona viljum við hafa hann. Þetta er Kristoffer Eikóks. Nú fáið þið svona mini-off-season ef svo má orðið komast. Já, við þurfum að þetta. Og eigið þið land í land í ykkar besta ennþá? Nei, mér er bara orkan til staðar og hugun til staðar og okkur langaði rosalega að vinna hennar bikar, alveg svakalega. Sýndu þetta í kvöld, en við náðum bara ekki að fylgja eftir með framistöður. Þannig að svona þetta er mörg góð lið og hvort sem við höfum farið áfram á móti Stjörnunni eða Njarðvík, frábær úrslitaleikur. Ég verð því miður að horfa á laugardaginn, en ég mun klárlega að horfa, þetta er bara hlutskiptið er þessum tala. Ég veit að þessi leikur það eru 5 minútur síðan að klárast, það fæ ég kannski til þess að segja mér hvort liðið heldur að vinna á laugardaginn. Já, ég hef búin að tala við Pétur Hrafn, þetta er næst fyrr. Aha, já. Takk.